안녕하세요. 저는 아띠입니다. 아이슬란드 사람입니다. 반갑습니다. Ég hef komið til Suður Kóreu alls 5 sinnum og ég elska Suður Kóreu og ég kom fyrst árið 2017 og síðast árið 2025 og það sem ég hef gert á þessum tíma það er að kynna Suður Kóreu fyrir Íslendingum en núna langar mig að kynna Kóreu fyrir Nei, mér langar að kynna Ísland fyrir Kóreubúum og mér datt í hug að kannski kynna íslenskar vörur fyrir Kóreubúa sem ég mæli með að smakka þegar þið komið til Íslands eða þá ef þið hafið áhuga á Íslandi að þá getið þið haft áhuga á þessum vörum og þetta er harðfiskur framleiddur hérna í Grindavík og svo er þetta grúpsus grálaxasósa en henni er reyndar ætlað að nota með laxi eins og lax þýðir eins og hún gefur til kynna þá er þetta graflaxasósa fyrir lax en það er líka gott að dýfa harðfiski hérna onni svo erum við með lýsi eins og stendur hérna að þá er þetta unnið úr þorski lifri úr þorski og það er mjög mikil næringarefni í þessu meðal annars D-vítamín sem er mjög mikilvægt fyrir líkamann sérstaklega á veturna þegar það er lítið sólarljós. Kennari minn í líffræði, hann var alltaf rosa strangur að við værum að taka þetta og svo er það brennivín og með íslenska með Íslandi á og þetta er það íslenskasta áfengi sem til er. Þetta er hið upprunalega íslenska áfengi. Gamalt fólk notar þetta alltaf yfir áfengi sem skammiði og þetta bragðast eins og brennt brauð. En ef þið viljið smakka eins íslenskt áfengi og hægt er, þá mæli ég með þessu. Já, svo er það líka rosalega mikið til siðs að ef þið ætlið að fá okkur brennivín, að fá okkur hákarl með. En þetta hákarlinn bragðast eins og ammoníak, en hákarlinn er eins og kimchi. Þetta er áunnið bragð og hákarlinn verður betri því oftast þið borðið það. Og þannig að ég mæli með því að blanda þessu og hákarli saman. Og svo síðast en ekki síst sem við erum með hérna er hraun. En þetta eru súkkulaðibitar og hraun sem kemur náttúrulega upp úr eldfjalli. Þetta eru bara súkkulaði hraunbitar. Rosalega góðir og mæli með af því að íslenskt nammi er yfirleitt mjög saltað á bragðið en útlendingum finnst hraun vera mjög gott og þetta er eiginlega bara beint úr eldfjallinu og þetta er allt bara klassískt íslenskt. En svo er það líka annað nammi sem við erum reyndar ekki með hérna hjá okkur núna en það heitir Nóakropp sem er líka sígilt íslenskt nammi en það er líka rosalega gott að blanda því við ís og ég mæli með ef þið gerið það að ef þið kaupið einhvern tíma Nóakropp að blanda því við vaniljuís. Það er rosalega gott að bragða. Ok.